Já, velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég. Ég ætla aðeins að rambla eða, eða, eða röfla yfir því sem að gerast. Þetta er reyndar ekkert röfl, þetta er mjög alvarlegir hlutir sem í gangi. Það er í gangi stríðsyfirlýsing gegn Íslandi og fólk er svo illa heilaþvegið á Íslandi og svo sofandi og upptekið af snúast í kringum skottið á sjálfum sér eins og hundarnir. Þið vitið að þegar hundur hleypur á eftir skottun á sér þá verður ekki mikið úr þeim degi hjá honum. Að Ísland er ásamt náttúrulega bara sennilega restina af hinum vestræna heimi er í einhvers konar fíaskói. En ég ætla að fara yfir frétt hérna. Ég birti linkin undir, ég nenni ekki að vera að séra, það er einhverja bileri á því, þannig að við bíðum bara þá til að það verði lagað. En það er frétt hérna á Vísi frá 9. september. Það sem að fyrirsögnin segir refsi aðgerðir ef ríki hunsa flóttamenn. Og það eru sem sagt Stefán Löfven og Angela Merkel. Að loknum þeim fundi kemur fram þessi hótun. Og yfirleitt er svona stríðsreksturinn er að það byrja oft eitthvað svona viðskiptastríð, síðan byrja gengisstríð, síðan er efnahagsstríð, það sem að ráðist er á lönd efnahagslega eins og gerðist á Íslandi. Og yfirleitt þarf að vera með mikið af mellum til þess að það sé framkvæmanlegt. Það er gríðarlega mikið af kanamellum og Brussel-hórum starfandi á Íslandi sem að eru að vinna gegn hagsmunum okkar Íslendinga. Og þetta þarf fólk alveg að hafa á hreinu. Það er ekki talað þetta, þetta er svona tabú sem má ekki tala en það er fólk sem er að vinna gegn hagsmunum þínum ef þú ert Íslendingur, semst víkingur. Þetta er reyndar hluti af sturluðu svokölluðu New World Order liði sem að er með einhverjar grillur í hausnum að yfirtaka allan heiminn og breyta því í þrælanýlendu og fækka mannkyni niður í 500 milljónir sem þýðir að þarf að slátra cirka 90-95% af mannkyni. Og þetta er mjög hættuleg sértrúarhreyfing sem að hefur náð að smeygja sér inn í sérstakleikunum háskólaruglið og einhvers konar svona vísindi sem þeir kalla, sem að eru ekki vísindi heldur trúarbrögð. Og við munum hvað var lagt mikið upp úr aðskilnaði ríkis og kirkju af ákveðnum lógiskum ástæðum og sama þarf að vinna í aðskilnaði háskólaköldsins og Íslendinga. Ég er reyndar á móti ríkinu líka, þess að svona ríkisvaldi. Af því að vald er orðið ofbeldi í sparifötum. Og pröfið bara að skipta allstaðar út ofbeldi. Ef þið sjá ekstra vald eða valdstjórn eða valdstjórnaraðgerðir eða valdbeitingar eitthvað, breytið því ofbeldi. Það er ofbeldisstjórn, brot gegn ofbeldisstjórninni. Það eru ofbeldisaðgerðir, ofbeldisbeiting. Þess vegna það nú þetta svolítið annað fyrir utan efni þessa þátts. En það sem að er í gangi er herfræðileg
herfræðileg psyop aðgerð sem í gangi í tengslum við þetta flóttafólk. Að sjálfsögðu það hræðileg örlög að verða landflótta frá sínu heimalandi eða heimahögum. Og markmið New World Order til þess að ná fram, menn horfa á svona Elysium bíómyndir og spyrja hvernig er þetta að fá þetta fram allt saman, og menn voru að spyrja hvernig er þetta að fylla FEMA-camps, og það er gert svona. Þetta flóttafólk er rambandi heiminn, algjörlega réttindalaust og réttdræft að því að NATO og Rauðukrossin og þessar morðingjastofnanir er að drepa þetta fólk daginn út á daginn, að reynda með eitthvað svona heilbrigðisaðstoð eða það verið að sprauta með einhver eitri og allir þessi pakki sko, sem ég er búin að fjalla margoft áður. En takið eftir því til dæmis í fjölmiðlum núna, það er engin umræða stríðsglæpi Breta gegn Sýrlandi eða glæpi Breta gegn eigin borgurum. Það er bara sips, það er bara ekki talað það. Áttið ykkur á því hvað þetta er stórt mál, og að forsætisráðherra Breta bara viðurkenndi þetta í þinginu eins og þetta væri ekkert mál. Sko, ef þið horfið á myndir af Sýrlandi núna eftir sprengju árásir Breta, Bandaríkjamanna og þessara NATO drusluríkja sem líka við, og ég er þetta hafna að vera hluta þessu ríkisglæpa apparati sem kalla sig ofbeldisstjórnin á Íslandi eða valdstjórnin. Sko, Bretar voru að segja það, þeir eru náttúrulega bara hluti af þessu kabali, en þeir koma fram núna, sem þetta entity kemur fram núna og segir við beittum drón innan landamæra Sýrlands þess að drepa Sýrlendinga, það voru líka Sýrlendinga sem voru drepnir hana, og okkar eigin borgara. Þetta er glæpur á svo mörgum levelum að það er ekki fyndið, og takið eftir þögninni í bara íslensku fjölmiðlum. Það er ekkert rætt þetta. Og sko, ég skora á ykkur að benda mér á sprengdar byggingar eða stríðsskaða sem Bretar hafa orðið til sem að eru ekki að öllum líkindum falski fánar þar sem þeir skaða sig sjálfir. Sko, þú getur ekki dæmt einhvern fyrir einhvern annan sem fremur sjálfsmorð, sko. Þannig að þegar Bretar og þetta kabal er að skaða sínar eigið þjóðir, þá getur ekkert gert eitthvað aðra þjóð ábyrga fyrir því. Það gengur ekkert. Og þessi fullyrðing, forsætisráðherra Breta, bara fullyrðingin. Já, við drápum þarna Sýrlendinga og okkar eigin mannskap, eða við drápum okkar eigin borgara með drón inn í Sýrlandi. Bara þetta, já, og í sjálfsvörn. Þið heyrið mig segja þetta, áttu ykkur á því hvað er mikið að lygum í þessu verðum einföldu staðreyndum. Fyrsta lagi, þarf ekki annað en að sjá myndir af Sýrlandi. Það er bara heilu bæirnar og byggðirnar og landið er bara, og infrastruktúrin, það er bara allt sprengt í tætlur í Sýrlandi. Og þú þarft ekki að leita mikið á interneti til þess að sjá það. Það er bara staðreynd. Hvernig getur ríki sem er búið að sprengja í tætlur og ríkið eða ríkja bandalagið eða glæpa líðurinn sem er að sprengja þetta land til helvítis, beitt þeim rökum að þeir hafi sprengt innan landamæra þessa lands í sjálfsvörn? Ef að þú hefur keypt þetta, þá ertu heimskingi í fyrsta lagi, og ef að þú svona rumskar við það sem ég er að segja, horfðu þá alla hálfvitana sem að kaupa þessa vitleysu. Þetta er bara svona, já, 2 + 2 eru bleikt og 7, 8, 3, 9, 12 tap. Þetta er bara 9 mamma og það verður bara prumpi í hapa, veist. Halló. Hversu heimskur eða heimsk ertu í alvöru? Hvernig geturðu bara veist, ef ég var svona heimskur, ég myndi fela mig hérna inn í klæðaskáp og ekki láta sjá mig, sko.
Af hverju er enginn að blogga á fjölmiðlunum undir bara, heyrðu, góðan daginn, það er verið að sprengja Jemen í tætlur núna. Bara núna, as we speak, er bara búm, búm, bara carpet bombing í gangi í Jemen. Hvað er verið að tala um það? Ekkert. Það er ekkert verið að tala um það, nema kannski á Press TV eða einhver svona fjölmiðlum sem er aðeins tengdari málinu. Farðu á íslensku fjölmiðlana og finndu gagnrýni eða umfjöllun ongoing sprengjuárásir á Jemen hér og nú. Það er ekkert, bara sits. Bara, já, við ætlum að fara á Austurvöll og ætlum að fá að taka við flóttamönnum inn í land sem að borga 30% af þjóðartekjum sínum í vexti að lánum og ræður ekki við sína eigin fátækt. Þeir eru bara fávitar. Og ef þið sjáu ekki í gegnum þessa operatara eins og Pírata sem er með höfuðstöðvar í Brussel, by the way, og ef þið sjáu ekki í gegnum þessa hálfvita, þá er ykkur ekki bara við bjargandi, sko. Sko, þetta kabal, þetta New World Order er sturlað fyrirbæri og það virðist vera það virðist vera að operatorar í dag og þeir flytja sko, þeir alltaf eitthvað nýtt svona uppáhaldsland. Normenn til dæmis núna virðist vera mikið í gangi þarna og til dæmis þessi norski borgari sem hafa verið rænt af ISIS er bara lygasaga. Hann verður örugglega settur í afhökunarstúdíóið þar sem eru sviðsettar höfuðhöggvanir af fólki og markmiðið með því er að fá Normenn til þess að styðja og Íslendinga eða svona Skandinava til þess að styðja carpet bombing á Sýrlandi sem að Guðjón Reynberg bent á í myndbandi nýlega á ensku rásinni sinni sem er hárrétt. Carpet bombing er genocide. Það er þjóðarmorð. Þessir spunar og allt þetta rugl og vitleysa snýst það að fá þig, heimskingjan, til þess að styðja þjóðarmorð á Sýrlendingum. Þannig að allir sem ætla að fara á Austurvölluna að klappa upp þetta psyop, þeir eru að styðja óbeint þjóðarmorð á Sýrlendingum. Það er svo ótrúlegt hvað þetta er að spila, eða ótrúlegt að það er alltaf svona hópar af heimskingjum það er alltaf að láta fá þetta að gera hvað sem er. Og þeir sjá ekki samhengið í einu og skilja ekki neitt hvað er í gangi. Það þeir eru heimskingjar. En þið sjáu það líka, það er engar umræður stríðsglæpina í Sýrlandi. Hverju framkvæmdi þessu stríðsglæpi, hvers vegna gera Sameinuðu þjóðirnar ekki því? Þannig að því að Sameinuðu þjóðirnar og NATO eru að framkvæma þessi þjóðarmorð og þessa stríðsglæpi. Það er alveg ljóst. Og þessar tvær stofnanir eru stríðsglæpastofnanir, taka þátt í því og styðja það að ráða og dáð. Og þannig að það er blekking að halda þetta og einhverja svona hjálparstofnanir á vegu Sameinuðu þjóðanna og Rauðu krossin, þetta er allt sama kapalið. Þetta er allt saman að klappa upp þjóðarmorð á Sýrlendingu núna. Það var á Írak áður og Líbíu þarna á milli. En það er til dæmis ein lykilspurning sem að ég hef aðeins rannsakað, ég ætla að skora á okkur hlustendur sem að eru ekki, þeir náttúrulega koma ekkert inn á rásina mína, þessir heiladauðu hálfvitar, en þið sem eruð í lagi, sko. Það er mjög athyglisverð spurning, hver kaupir olíuna af ISIS og Al-Qaida í Írak, Líbíu og núna Sýrlandi? Hverjir kaupa þessu olíu? Er það Rússar eða Kínverjar? Hver er kaupandinn af allir þessari olíu sem að þessi svokölluðu hryðjuverkasamtök eru að dæla upp úr jörðinni? Hver kaupir þessa olíu? Hvert fer hún?
hvar hún hreinsuð og hvar fer hún á markað. Ég vil skora á ykkur að researcha þetta með mér og ef að ykkur af ykkur blaðamönnum fáið að horfa á mig að þá skora ég á ykkur að rannsaka þetta. Af því að mín kenning sú að það eru NATO-löndin sem að eru helst sem eru einu kaupendur á olíu frá þessum öflum. Og það er svo skrítið að þessir brjálæðingar er alltaf með rosalega fínan olíurakstur. Og það er náttúrulega einfaldlega því að þetta er allt saman blekking. Og það sem að er farið að valda mér miklum áhyggjum er að þetta stríðsglæpa lið fari að valsa bara til með skandinavísku þjóðunar eins og engis í morgundagur. Þeir eru bara komnir í alls konar ráð og nefndir og fannir að taka ákvarðanir fyrir okkur og hóta okkur viðskiptaþvingunum og ég veit ekki. Veist hvaða fávitar er þetta? Þetta er allt saman glæpamenn. Þetta er allt saman stríðsglæpamenn. Þetta er allt saman fólk sem er búið að selja það sem ekki er til. Og það sem að veldur mér áhyggjum er getuleysi almennings til þess að fyrsta lagi skilja hvað er í gangi og sjá í gegnum þetta lygapakk sem veður upp og lýgur alveg eins og engis í morgundagur. Þetta lið frá háskólanum og öllu þessu valdstjórnarkerfi, þessu ofbeldisstjórnarkerfi. Þeir bara vaða og allir fjölmiðlar bara dæla lygunum daginn út og daginn inn, bara lygar, stríðsáraður lygar og svo aðeins meiri lygar og fólk bara einhvern veginn við þurfum nú til að taka við þessum greið flóttamönnum sko, við verðum að gera það þótt að sé alveg augljóst að þetta er hernaðaraðgerð. Já, nei, þau ná ekki þessari hugsun. Sko ástæðan fyrir því að það verið að dæla þessu fólki inn í Evrópu er sama og var gert með ebóluna minni. Það var verið að draga saman líkindi milli ebóluspunans og ISIS-spunans. Það var verið að segja, já, eina leiðin til þess að díla við ISIS, að ISIS er svona blandað saman við fólki, sjáðu við. Og við varum bara karpet bomba löndin, það sem er eitthvað sem við segjum að sé ISIS í. Enga sannan er ekki neitt til í þessu og ISIS er bara nafn á hernaðaráðgjöfum þessara viðbjóðs, sko. Og þess vegna verðum við bara karpet sprengja allt rastlið til þess að díla við ISIS. Svo er það sama með ebólu. Já, við verðum bara setja herlög allstaðar og bara taka fólk í femakamps og við verðum bara að gera þetta og gefa þeim eitru bólefni og við verðum bara að drepa þetta fólk einhvern veginn. Að það er að sama sem verður að gera núna, það verður að taka þessa málaliða. ISIS er bara, þú getur alveg sagt bara prumpis eða strumpis, það skiptir ekki máli hvað þú segir, þetta eru bara, veruleikin er sá og þetta eru málaliðar sem er að vinna fyrir NATO, næsti stjórnandi yfir þeim er NATO í Brussel og Sameinuðu þjóðirnar og Evrópubandalagið eru sem sagt plottararnir en NATO sér beinu samskiptin við þessa málaliða og það er verið að draga þetta lið inn í Evrópu til þess að réttlæta bara karpetbomba Malmö eða Reykjavík. Já, það er bara Reykjavík er bara full af ykkur ISIS-lið, það er bara svona kom með þessu flóttamannaliði og nú verðum við bara að sprengja Reykjavík í tætlur til þess að díla við þessa ISIS-liða sem við settum sjálf inn hana eða prumpliða eða hvað kalla. Og svo fylgir bara í pakkanum sko að hóta viðskiptaþvingunum er hernaðaraðgerð. Það er viðurkennt hernaðaraðgerð að hóta viðskiptaþvingunum. Þannig að þetta kapal, þetta drasl og drullu líður sem að sko, við Íslendingar verðum að fara að taka í hnakkatrampið á þessu liði heima. Að þið leyfið þessu liði bara vaðandum og tala þessu okkur spekulantar er bara sínir heimskikar. Og þessir áróðus sneplar þessir stríðsáróðunar sneplar sem verður að gefa út á Íslandi og vefmiðlunum og áróðusstöðin Screw-U náttúrulega. Þið eru að horfa á þetta með þessu. Ég hef séð fólk sem ég held að væri vaknað bara, já, ég var nú að horfa á Kastljós, sko, ég er svona, já, af hverju? Til hvers að eyða tímanum í þetta
þetta dauða ógeð. Hvers vegna? Sko, það er mjög stutt í allsherjarstríð í Evrópu og heiminum. Eða sennilega bara í Evrópu. Af því að Rússar og Kínverjar eru bara svona búin að sitja, wow, þú veist, þið eru algjörlega búin að tapa glórunni. Pútín sagði meira að segja norska yfirmanns NATO, þessi maður er bara gjörsamlega sturlaður. Sem er alveg hárrétt. Og þið hafið séð, man ekki hversu mikið ég fjallaði um það, en þið sjáuð að það hefur verið fjallað um það að Útey og Oslo var raun blóðfórn, sko. Og hugsanlega aðgerð til þess að fórnaraðgerð til þess að fá þetta embætti í NATO eða sanna sig þar inn. Af því að það kemst ekkert lið þarna inn nema það sé gjörsamlega sturlað. Og talandi um nýjasta spunan og gæludýr valdstjórnarinnar, Píratana, sko, þeir eru svo fyndnir, eða sem sagt grátlega fyndnir, að það hálfa væri nóg. Vitið þið hvar höfuðstöðvar Pírata er? Það er í Brussel. Hérna yfir presturinn hjá þeim sagði, já, ég fór sko strax þegar ég komst á Alþingi Íslendinga, þá fór ég að vinna í NATO til þess að breyta því svona innanfrá. Ég ætla svona að breyta NATO innanfrá, skilur. Ég ætla að breyta NATO innanfrá. Já, við getum það. Já, við getum það. Já. Það verður að beita svona bíómyndatækning á ykkur. Sko, þá spyr ég bara, af hverju fer þessi sama prestur ekki bara í ISIS til þess að breyta því innanfrá? Ég meina, það er sama fyrirtæki hos NATO, þannig að það er nú ekki langt að fara, bara aðeins neðar á ganginu og þetta. Þú veist, þessi rök sem þetta fólk er að koma fram eru bara heimska. Og hei, ef þú vilt vera með í heimskunni og keyra allt beina leið til helvítis, ekki koma á kvarta í mér, sko. Ég er búin að gera grein fyrir mér og mínu og ég er búin að vara þig við. Þannig ef þú ætla bara að fljóta með heimskunni til helvítis, þá bara bye bye, góða ferð, ég ætla ekki að fara með þér, sko. Endilega bara lesið íslensku fjölmiðlana, bara heimskan sem er í gangi. Sjálfsvíg algengasta dánarorsök ungra karla, að sjálfsögðu, það er búið að vera, það er þjóðfélagsverkfræði gegn karlmönnum. Fyrsta sem hún gerir þú ætlar að hertaka þjóð er að eyðileggja alla karlmenn. Þetta er bara herfræði 100 og 00, sko, þetta er bara svona 0 áfangi. Og hvers konar kjánar eru þið karlmenn að láta fokkast svona í hausnum á okkur? Þið eru allir bara kettlingar. Kettling þýðir huglaus karlmaður. Þið eru bara í þessu, já, við verðum nú að taka í ykkur svona flotta menn, sko, já, þetta voru einkabankar sem fóru á hausinu, já, einmitt, það kom einhver skuldir þá á sameiginlega, já, sjóðina, já, einmitt, já, ok, ok, já, hann saði þetta í sjónvarpinu, sko, í Kastljósi, já, hann saði þetta þar, sko, já, einmitt, sko, hann saði þetta í Kastljósinu, þetta væri svona, sko, já, nei, 30% fjármagna kostnaðar á allar ólöglega skattheimtan á Íslandi, bara heildar þjóðartekjur Íslendinga, já, það er bara 30% af því fyrir í vexti, það er bara að því bara, skilur, það er bara svona, það er bara að því bara, sko, já, nei, það hefur ekkert með bankan að gera, nei, eða þjófnað, valdstjórnarmafíuna, nei, ekkert að gera með það er bara eitthvað annað, sko, það er bara gúguli-búgili-bú-bú, það er ekki tengingan á milli, skilur, þú veist, þið eru bara hálfvitar, sorry, það er ekkert að það orða öðruvísi. Mér þykir mjög leiðilegt að segja þér það, að þú ert hálfviti og heimskingi. Ég get ekki lýst því hvaða hryggir mikið í hjarta mitt. Og ég er búin að benda á það í smáatriðum að
það eru búið að setja í íslensk lög og það er undirbúningur undir það sem er að koma. Það er bara það þið farið að sjá glitta í vopnin fyrir framan andlitin á okkur. Og þið eru svo miklir heimskingjar að þegar verður ráðist á nágranna ykkar, þá myndi já, hann var náttúrulega svona, hann var náttúrulega hlynntur Grýlu, sko. Hann var voða hlynntur Grýlu, sko. Þess vegna var allt í lagi sérsveitin tæki hann og læknarnir sprautu hann til dauða. Það er þannig með fólk sem trúir á Grýlu, sko. Já. Það er bara þannig. Ég þarf að fara í vinnuna á morgun, sko. Og veist, einhver sagði nú við að skrifa því einhvers staðar að maður uppsker eins og maður sáir, sko. Og þið eru bara sár hreinni heimsku og þið munið uppskera samkvæmt því miður. Ég er eiginlega að vera uppiskorpa með leiðir eða orð til þess að vekja heimskingja. Þannig að ég er á því að við eigum að skilja þá eftir. Við eigum ekki að eyða meiri orku í heimskingjana. Heldur að labba burt. Bara ekki svara þessu heimskingjum. Og labba burt og gera eitthvað, skilur. En ég átta mig á því að það er nú sennilega innan við 10 manns sem að munu hugsanlega svara einhverju slíku kalli komið frá mér. En bíðið bara. Það sem ég er að segja er bara í póstunum, sko. Það er bara spurningum tíma. Það tekur langa tíma að berast inn á þitt heimili. Og þetta eru mjög alvarleg varnarorð sem að ég ber fram. Það er allt sem ég hef spáð fyrir, og það getur séð á eldri vídeóm, er að ganga fram. Það er að koma stríð í Evrópu. Það er innan við korter. Það eru 10 sekúndur í stríði í Evrópu. Það er að koma. Það er bara, það er búið að setja vopnin, það er bara verið að flytja inn málaleiðina núna til þess að sjá morðin, sko. Það er það sem er í gangi núna. Og það á að koma, þið sjáu svolítið á radarnum hvar eru kröfur að fólk fari inn. Það er bara, þið sjáu að sum lönd taka ekki við einum einasta flóttamanni. Og þetta er hernaðaraðgerð. Áttið ykkur á því. Takk fyrir, verið sæl.